ætla að lesa hérna kvæði eftir Tómas Guðmundsson sem heitir Eitt hjarta ég þekki. Eitt hjarta ég þekki, eitt hjarta sem hamingjuna fann og skógurinn angaði allan daginn og elvan söng og rann. Sumir leita þess alla ævi sem aðrir bindur í lekki. Á harmana náðir þau hjörtu flýja sem hamingjan nær ekki. Eitt hjarta ég þekki, því svo þögult allt í kringum mig, streym elfur hægt í hafið. Lát húmið skógur byrgja þig. Nú ætla ég að spjalla svolítið hérna við hana Sigurbjörgu Pétursdóttir. Hún var nú níræð á næsta ári og hún ætlar að segja frá bernsku sinni á Hallormsstað þar sem hún alin upp. Hún svo stálminnug ennþá. Hvar ert þú fædd, mamma? Ég fædd á Útnestöðum og Vallum hjá Jóni og Vilborgu, foreldrum Þorsteins M. Jónsson. Pabbi minn var þá vinnumaður þar og mamma. En svo fóru þau á Seyðisfjörð og stóð til að þau færu til Ameríku. Hvað varst þú þá gömul? Þá ég á fyrsta árinu kannski 2 mánaða. En þá veikist mamma svo mikið og læknirinn segir að ég lifi það ekki af að fara yfir hafið vegna þess að ég var ekki á brjósti og það var talið alveg ómögulegt og svo var mamma ekki heilbrigð. En þá kom Sigurður og Hafs og Onivir og bauð pappa að fara til sín sem vinnumaður og hann þáði það að þau fóru þangað sem vinnuhjú. Og þar var ég í fyrstu 2,5 ár eða 2 árin rúm. Þá sótti Elísabet og Hallormsstað mig. Því þá var Nonni fæddur, pabbi sjúklingur. Hann fékk svo mikla liðagigt og var meira sjúkur en það. Það verið hálf óvinnufær. Alveg óvinnufær og þá var ekkert að gera annað. Og ég var þar og ég man nú það lítið eftir hlutum sem þar gerðust nema eins og bara börn einu atviki. Það voru nú margir á Hallormsstað og það var nú Björgvin sýslumaður og Ragnheiður voru þar, Madama Guðríður, móðir Björgvins og ég kallaði þær alltaf mömmu, fóstru mína mömmu og hérna litlu mömmu. Svo var það að ég kallaði Ragnheiði víst mömmu líka, svo nógur voru mömmuna. Og hún var með 3 börn, Björgvin og Ragnheiður, það var Páll og Einar og Helga. En hver var þessi Björgvin? Hann var sýslumaður í Rangárvallasýslu síðar, var sonur Madama Guðríðar sem að sá heimilið á Hallormsstað að segja eldhúsið og það. Þær byggu sama, fóstra mín og hún, eftir að þær urðu ekkjur. Þá voru börnin svo lítil og Björgvin í skóla og þær sáu þetta allt og það var gamall maður þarna sem var nú eiginlega talinn ráðsmaður, hann hét Stefán Benediktsson og var frá Klaustri, bróðir Halldórs á Klaustri. Og svo var nú Einar gamli Lang uppáhaldið mitt. Já, mér þótti vænt Einar og Maggu. En
börn hérna Elísabetar, bjuggu þau ekki með henni líka? En Sigrún var erlendis. Já, fyrst þegar ég man eftir mér, þá var hún sjaldan heima, en Guttormur var heima. Þegar ég var 5 ára, þá fórum við í Mjóanes. En þá var Björgvin auðvitað farin söður á land og það í eina skipti sem ég hef séð börn flutt á Klakk. Það voru þau Einar og Helga. Þau voru flutt á Klakk á Reyðarfjörð. Hvernig var það? Það var búið í kláf og sett á Klakkinn. Var það kassar þá sem voru Já, það var svona, eða heimeisar. Það var búið þau svoleiðis og svo var þetta bundið og sett á Klakkinn, á klipperann. Þetta hefur verið svo löng leið að það Já, hefur verið hægt það var ekki hægt að setja undir þeim og Páll ekki heldur svo gaman. Þau voru öll ung. Þetta nú eiginlega fyrsta minning mín í mennsku. Og hvað varst þú gömul þá? Þá hef ég verið 3 ára. Þetta er svo sérstakt þess vegna varst eftir því. Já, þetta var svo sérstakt og ég fór að spyrja fóstru mína að því löngu seinna hvernig stæði mér fyndist þetta hefði verið, en hún sagði þetta hefði verið rétt. Þetta hefur verið 1905? Já, en þá förum við í Mjóanes og Madama Guðrður fer með okkur í Mjóanes og hélt áfram að vera þar, en Sigrún var eitthvað heima annars slagið og töluvert mikið, en hún fór í Mjóanes og gömul kona sem hét Ingibjörg, hún var mikið í eldhúsinu og það eru fyrstu manneskjurnar sem ég man nú svona vel eftir fyrir utan fóstru mín. En segðu mér hérna Elísabet, sko, hún bjó alltaf á Hallormsstað. Hún var alltaf á Hallormsstað þangað til hún fór í Eiða. Hún fór með Sigrún í Eiða og var þar og var eftir það hjá henni. Þegar Sigrún giftist? Já, þegar hún giftist Blöndal. Og svo var hún í Mjóanesi og dó þar. En við vorum 2 ár í Mjóanesi og meðan var Guttormur út í Danmörku að læra til að verða skógarvörður. Þá var Stefán Kristjánsson skógarvörður á Hallormsstað. Hann var giftur danskri konu sem hét Kristensa og þetta var maður sem ég kallaði alltaf þegar ég var heima á meðan hann var. Hann var svo lengi skógarvörður, kallaði hann alltaf góða manni. Var hann svona góður við mig? Já. Og hann gaf mér fyrstu brúðuna sem ég eignaðist. Ég eignaðist nú aldrei nema 2. Og hún sagði mamma, það var svona, hún var í kassa. Það hefur verið alveg óskaplega flott í þá daga. Þetta var óskaplega. Var hann þá að koma frá útlöndum? Nei, þá kom hann af Tombólu og þetta var á Brekku í Fljóstad. En þessi hjón áttu þau ekki börn? Þessi danska kona? Nei, þau áttu engin börn. Og hann var föðurbróðurna Helgu Kristjánsdóttir hérna, sem kölluð Hanska Gerðar Helga eða. Já, pabbiðinn þekkti hann og ég þekki Helgu. Já. Og Kristján faðirinn var hérna og kona hérna niður í meira að segja dóttir hans sem ég kannast við. En hérna, segðu mér eitt hérna, sko, þessi 2 ár sem þið í Mjóanesi, hver bjóð þá á Hallormsstað á meðan? Hann Stefán Kristjánsson. Já, þessi Stefán. Og Kristensa. Já. Þau höfðu Þetta á leigu, eða þá? Já, þá var hann skógarvörður. Hann var skógarvörður og var þá það? Já, og þá var, skal ég segja, líka fólk á stöðum. Ég held nú að það hafi verið foreldrar Jókvannu hérna Sigfinns, það við Sigfinnur, hafi þá verið í Mjóanesi. Já. En svo kom Sigurður Ólafsson og var þar fyrstu árin eftir Jamaniti mér og hann var þar þangað til að hann var þar svo lítið, skal ég segja,
hann var frá Egilsstöðum, hét Sigfús. Ég nú ekki alveg viss hvers son hann var. Segðu mér hérna. En svo var Pétur sem að, skal ég segja á Guðlungavöllum, hann var svo lengi. Eftir ég fór að vinna þar og var vinnukona heima, þá var Pétur þar og Dýrleif. En hérna, já, en segðu mér, það voru, Elísabet, hún ól upp mörg börn. Ég var síðasta barnið sem hún ól upp. Og yngst af þeim Gunnar Jónsson, hún tók hann mjög lítinn því að faðir hans var alltaf sjúkur og hann hefur alist upp hjá henni. Það voru mörg barn alin upp hjá séra Sigurði, en það var eiginlega bara þegar fóstra mín var ung. Já. Það var bæði Margrét, kona Einars Lang, og líka kona Ögmundar á Skjárastöðum og Sigurborg. Og það voru fleiri konur þarna í Fljótsdalnum sem voru aldar upp á Hallormsstað. En hérna... Kona Þorvaldar og Páls. Áttu þau bara þessi 2 börn, Guttorm og... Hún átti 3 börn, misti fyrsta barni. Já. Það dó henni. En þegar þú ert hjá henni, þá voru hún orðin nokkuð gömul. Hún var 50 þegar ég kom til þess. Já. Þetta var stórmyndalegt heimili. Þetta var stórt heimili og fyrstu árin sem ég man eftir mér svona vel, þá satt ég á skemli við fæturnar á henni Sigrúnu. Hún las alltaf á kvöldin og vetrin bækur og ég man eftir þegar Sturlunga var lesin, mér fannst það svo hroðaleg bók og var að læra að prjóna, svo jók ég svo mikið út og þetta voru fleiri leikjur og fóstra mín sagði, já, Sibba mín, nú verð ég að reykja upp. Þá var ég voða ætli ég prjóna ekki þessar umferðir. Já, hún hefur verið góð við þig og fóstra þín. Já, ég segi það eiga nú víst fáir. Ég segi það nú ekki, það eiga nú sjálfst margir góða fóstra en engin betri en hún var. Því hún var alveg sérstök. Hún var mér sem besta móðir, enda elskaði ég hana fóstru mína. Ég eiginlega mundi aldrei eftir því, það er skammarlegt að segja frá því að ég ætti móðir. Það var líka eðlilegt, ég var svo lítil. Já, varst svo lítil og hún gekk þér alveg í móðurstað. Já, hún sagði ég hefði grátið ósköpin öll þegar ég fór frá Hafrsá. En það batnaði sjálfsagt fljótt. Hún var bara... Sigrún var mér alla daga eins og besta systir. Hún var það frá fyrsta ég man eftir henni og alla tíð og það var nú sagt stundum, já það væri nú ekki öllum sem leyfðist þetta. Hún var nú mikil mannkosta kona. Já, hún var mér góð. Guttorm var ævinlega góður við mig og ég var aftur sjálf og má skammast mín fyrir ég var svo lítið hortug við Guttorm. Það var skrítið því ég var eiginlega ekkert hortugur krakki, ekkert svo leiðis, það sjálfst ég verið leiðileg, en ég man aldrei eftir því að ég gerði ekki allt sem ég var beðin hvað sem var. En það kom fyrir að ég sagði við Guttorm gerði það bara sjálfur. Hvernig tók hann því? Og það var nú með þess að Einar Galli tók því mikið verri en heyrðum við segja. Já. Og þá bara hljóp ég á stað og hann á eftir og svo datt hann einhverja þúfun og þá hló stelpu kvikindi. Og svo liðu árin og þú fórst að koma svona heilmikið til að spila snúninga og fórst náttúrulega að leita kúm og gera allt eins og síðan var í sveitin. Ég var 5 ára gömul svona eða á 7. árið ég fór að reka kýr en það gekk nú mismunandi að sækja þær. En svo liðu auðvitað árin og ég sótti kýr og hesta
og ég vakti 9 ára gömul yfir túni þangað til að ég fór að heiman 14 ára. Vakti ég alltaf yfir túnin á vorin og ég hafði gaman að því að vaka. En einu sinni þegar pappa og mamma voru þar í 2 ár, vinnuhjú og þar Stefán bróðir minn fæddur, að þá fór nú heldur illa fyrir Sigurbjörgu. Það var rigning og leiðilegt veður og ég var búin að reka frá túninu og ég læddist inn gluggann á baðstofunni því ég gat ekki farið í göngin því það voru svo miklir draugar þar kannski. Ég gat mætt draugar. Það er dimmt í göngunum. Já, ég fór aldrei inn í eldhús til að fá mér neitt. Það var alltaf látið einhvers staðar annars staðar. Oft upp á kvisti hjá Sigríði, þar sem ég fékk á nóttunni. Því þá voru þau gift og tekið með búinu Guttormur og Sigríður þegar ég var 9 ára. Já, ég lagðist upp í rúm og steinsofnaði. Þá kom Jón heitinn Hvíti, hann var ofan á Fljótsdal. Ég er nú ekki alveg viss frá hvaða bæ hann var. Hver var hann kallaður Hvíti? Hann var alveg hvíthærður og með hvít skegg og það var nú víst að því og sagði við mig að ég er nú búin að reka úr túninu fyrir þér Sibba mín en nú mátt ekki sofa. Þá fór ég nú heldur fljótt á fætur og passaði mig nú að gera þetta ekki oftar. Það var of varasamt. Svo klukkan 5 fór ég að reka frá túninu og fór með hestana langt upp í fjall og þá mátti ég fara að sofa og var voða fegin. Og árin naut að líða og það er svo margt auðvitað að minnast á en maður kannski man það ekki nógu vel. Allt ég passaði hænsnin, ég held ég hef gert það illa. Mér gekk illa að hemja hænurnar, þær verti í könninni og ég var að finna eggin og einu sinni verti nú ein út á vegglagi á Gípu gömlu. Það var voða stór hlaða. Ungarnir duttu allir niður þegar þeir fóru að hreyfa sig og drápust og ég var alveg eyðileg manneskja út af þessu. En svona er það. Hvernig fannst þér svo að eiga við kýrnar? Voru þær ekki allavega? Já, það var nú allavega. Verst var þegar að sveppirnir voru. Þá eru þær alveg óðar á hlaupum skóginn til að éta sveppina. En Huppagalla, hún var alveg sérstök skepna. Ég held að ég hafi aldrei þekkt nokkur skepnu eins. Hún bar alltaf á sumrin og sóttist eftir að hlaupa sér til burðar. Það var reynt að passa hana en hún plataði fólk og einu sinni fór hún fyrir ofan tún og piltar komu heim í ýra fári og skipuðu að yrði allir að fara og leita að henni og ná henni og ég fór með stúlkonum, minnst það kosti 2 og piltar fóru inn í skó líka og þau fórum þarna inn undir hól sem ég held að heiti Lýsishóll og þar vex reyniveðrið út úr hólnum og þetta var alveg afbragðssæti að setjast þarna. En hvað heldurðu, þær töluðu þetta mikið saman. Ég hafi nú verið að hugsa kúna en ekkert það. Hvar var þessi Lýsishóll? Það er fyrir innan Hallormsstað inn á milli gatna sem kallaðir alveg upp undir fjallinu. Og þá heyri ég allt í einu nauð og þá segi ég, þarna er Hubba og þær hrökkva óskaplega við, hvað segirðu? Og ég æði á stað þangað sem ég heyri nauðið. Jú,
Þar svo lítill grasbali og buskar allt í kring. Þar hún borin og að sleikja kálfins. Aumingja huppa en hún fékk ekki bara að sleikja. Svo var nú kallað í piltana og þeir sóttu hana og það var borin kálfurinn heim. Hún fékk auðvitað að vera í fjósin og sleikja kálfið en var mjólkuð. En það liðu ekki eitthvað 2-3 dagar, þá var Gunnar Magnússon og þau voru þá á Hallormsstað, Magnús og Guðrún og var með strákana Ólaf sem hérna var, maðurinn hennar Doddu og Gunnar Magnússon söng mikið á löngu tímabili. Voru þetta Austfirðingar? Já, þetta hann bróðir Sigurðar Ólasonar sem var á Ölstöðum. Og Guðrún konans var eitt af þessum uppeldisbörnum á Hallormsstað. Og þau voru þarna í húsmennsku, eða hún, en hann vann þar. Svo ekkert með það, nema Gunnar var dálítið eldri en ég og hann sendur og það átti að fara með kýrnarinn á Allavíkurstekk. Veist ekki hvað stekkurinn það farið upp með Allavíkurlæknum og þá kemur maður að stekknum. Það voru þá góðar tættur þar og hann var þar í 2 daga og hafði ekki kúna. Þá segir Sigrún, ætli sé ekki best að senda Sibbu, hún líklega kemur með hana. Jæja, svo ég nú gerð út með nesti og nýja skó, eins og gekk í gamla daga. Og ég fer með mjólk í glasi og brauð og Sigrún lagði mér nú alveg lífsreglurnar. Já, þú ferð að leita að kúnni? Ég fór með kýrnar inn á stekkinn. Þetta var grasbali, svona hafði verið tún því þarna hafði verið búið í gamla daga eða minnstakosti féhaft. Já, það hefur verið svo góð beit þarna. Já, og þær að bíta þarna og hún sagði ég skildi fara í tóttina en passa að láta hana ekki sjá mig og fylgjast með henni. Svo kýrnar að bíta þarna og hún alltaf að færa sig nær skóginn. Allt í einu tekur huppa til fótanna og ég á eftir. Ég var fljótur á tóttinni og ég elti hana upp skóg og hún kom svo upp á mel þar þegar við komum út á skóginum og þá var ég nú hrædd að hún myndi heyra í mér. Og ég fór ekki strax á stað út á meli, en þá tók ekki betra við, þá var það mýrin fyrir innan Kerlingarálna. Og ég elti hana samt og við komum jafnt, ég og huppa. Og þetta svo ótrúlegt að buska við ána og hún nauðar við buskan. Og kálfurinn kemur út úr buskanum eins og hún segði, ég komin, þú getur komið. Og hann var fljótur út úr buskanum. En ég batt nú sokkabandið mitt, ég hafði nú ekkert annað handbært hálsinn á honum og lagði á stað með hann og aumingja huppa, nuppaði alltaf í rassinn á honum og vildi fá hann til að sjúga sig. En þegar við komum út hjá réttinni, það rétt þarna dálítið innaf, þá var séð til mín og þá var hann sóttur og ég. Og þetta þóttu þetta voða frægðarstrik. Og kálfurinn hefur verið hafður á öðrum stað svo að hún... Hann var, skal ég segja þér, hann var nú eitthvað þjóðraður. En þetta var alveg voðaleg vandræði með hana. Hún var bara alltaf heima, svo var hún slátrað. Ætli hún hafi einhvern tíma fengið að ganga með kálf? Já, ég held til að sjúga sig? Ég held ekki, en hún var bara... Hún hefur bara haft þessa þrá? Hún hafði oftar borið úti, en piltarnir náðinni.
En í þetta skipti sem við fundum hana þá hvarf hún alveg. Og bara þetta var tilviljun að ég skildi heyra í henni. Bara vilja hafa barnið sitt á brjósti. Já, hún vildi hafa það á brjósti.